pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. So hold our heads up high and beat the drum to what we love. Risk the fall, oh, we have felt it all come crashing down from far above. Stars are rising, countless worlds colliding. Only one will take it all. Can we bring to fall the giants? Can we make the final call? We are the ones to ignite the darkened skies. The champions of a world that we defy. A solar ray of the few who
giants. Can we bring to fall the giants? Can we bring to fall the giants? Can we bring to fall the giants?
Góða kvöldið og verið velkomin í flata deildina. 8 efstu lið íslensku League of Legends deildarinnar munu berjast hérna hver er bestur á Íslandi. Þetta er svo einfalt, rosalega einfalt. Hárið, það er ekki verið flókið. Það er alls ekki verið flókið. Við erum loksins komin aftur á streamið, maður. Því lít sett líka að sjá þetta. Þetta er alltaf leið. Já, geggjað að vera komin hingað upp í Arena. Erum í fína stúdíónu þeirra þar og erum ótrúlega þakkláttir allir saman að fá að vera hér. Mjög næst, geggjað alltaf. Og líka loksins fær minn maður Flati að vera með okkur hérna. Já, loksins sóma sig. Virkilega fallið. Sjá skeggið, maður, þetta er rosalega. Við ætlum að horfa á League of Legends. Já! Alveg íslensk League of Legends, sko. Og þetta er hvað, vika 2 hérna? Já, þetta er vika 2. Þeir byrjuðu náttúrulega í síðustu viku en við vorum ekki alveg nógu ready, þannig að við náðum ekki að henda upp streaminu alveg strax þá. En við gerum okkar besta núna og munum alveg halda áfram núna restina af seasoninu. Það eru nú 7 vikur samtals og fyrsta vikun er búin, þannig að það eru 6 vikur í viðbót. Þannig að það eru 6 sunnudagar sem við höfum eftir að streama þarna. 2 leikir á hverju kvöldi, 12 leikir og svo er náttúrulega úrslitin. 12 leikir á hverju kvöldi? Samtal. En Hárið. svo, já, einmitt, og svo á sama tíma er líka náttúrulega neðri deildin okkar, hún er í gangi, þannig að Worlds, hún er að fara að byrja í Laugardalshöll í byrjun október. Það er ýmislegt að gera. Já, mér minnir að efsta liðið þar fær sem sagt play-in sæti í íslensku flata deildinni, sko. Ég minnir það. Ég held að þurfa samt að fara að gera á áskorundamótið eða eitthvað. Jú, ég meina það. Við viljum ekki fá hverja play-ins, sem er inn í, já, ok, já. flott. Það, þú veist, þeir þurfa að taka út þessi gömlu góðu lið sem hafa verið hérna, Somnio og Sveittir, já, þeir voru náttúrulega líka að koma oft í áskorundamótið og svoleiðis. Ok, þetta heimsmeistaramót inn á Laugardalshöll er alveg eitthvað, já, þetta er samt eiginlega bara uppbótarmót til að geta svo séð, ok, hugað sem þarf til að fara svo móti Sveittir Gaming. Yes. En já, við erum núna á nýjum heimavelli, við erum ekki lengur á Twitch-channelinu þínu, Siggo. Nei! Við erum á official rafíþrótta Rísi channelinu. Já, komin aftur. Já, og ég vil sjá alla vera vitlausa í Twitch-chatinu. Ég sé það rosalega mikið á þeim sem eru, þú veist, að þegar Counter-Strike og allir þeir eru í gangi, þá er chatið bara, það er resident sleeper. Það er resident sleeper chat, sko. Við erum poggers. Við erum með skemmtilega samfélagi, ok? Það þarf ekki, þú veist, fólk veit það alveg. Counter-Strike sitja þannig í sófónu sínu, þetta er ekki rétt. Gera svo ekki neitt, þeir ekki að fara að mæta á Twitch og segja eitthvað. Nei, við sitja hann í sófónum og já, ég ætla að fara á tanditina. Já, nei. Ég er sammála þér, sjálfi, hjartanlega. Við skemmtilega fólki. Twitch-chatið á að vera vitlaust, eins og alltaf. En við skulum tala hvernig síðasta vika fór. Það var náttúrulega fyrsta vikan og XY og DN Gaming. DN Gaming er náttúrulega glænýtt lið núna sem við erum með í deildinni. Þau unnu báðar sína leiki. Lil Peep og Fivehead, Vita og Fylkir unnu einn leik. Plakka til að fá að segja það nafn hratt. Já, Lil Peep og Fivehead. Já, Lil Peep og Fivehead. Já, Lil Peep og Fivehead og Vita þeir unnu einn leik en voru síðan þurfti Charge Esports, enn eitt nýtt lið, þurfti að gefa leikinn sinn á móti þeim vegna þess að þeir náðu ekki að mæta síðustu helgi. En rétt núna áðan var Charge Esports að spila á móti Vita, þeir voru að spila sinn leik í rauninni sem átti að vera í síðustu viku. Við sáum ekki endan á honum, hvernig hann fór, en við fáum kannski upplýsingar það von bráðar. En allan Vita vann þann leik. Maður myndi kannski giska á það, Vita er náttúrulega reynsluboltani okkar og hörku contenders. Sem var akkurat, við fylgdum aðeins með leiknum og það byrjaði ekki vel hjá Vita allavega, en þeir hafa það komið betur fram í seinni helmingnum, flott, ok. Það er reynslan, hún kikkar inn þar, og maður getur kannski mist sér pínu í byrjun, en svo þarf maður bara, ok, strákar, koma svo, klára leikinn, klára þetta, enda, bara vinna. Ég heyri dauft garg hérna úr stýriherbygginu hjá okkur. Það er einhverju öskra, Aphelios, þetta var bara Aphelios. Já, það eru sterkar skoðunar af þeim ágæta championið og hans tveggja aldra reynslu. Þannig að spurningin er, munum við sjá Aphelios aftur í kvöld og önnur spurning er, mun þá actually heyra snóa hátt í Hafdæla tilstaði hérna inn í stjórnherbyggi. Alla leiðin eru hljónum okkar. Ég er spenntur að koma stæði svona. Það verður mjög spennandi nefnilega. En fyrsti leikurinn sem við ætlum að kíkja á, það er Lil Peep og Fivehead á móti DN Gaming. Þetta verður fiesta, algjör fiesta. En Lil Peep og Fivehead þeir spiluðu síðustu helgi á móti Musteri
enn eitt af þessu 9 liðum sem við vorum með og þar voru 84 kills á 39 mínútum. Er það mikið, Sölvi? Það er mikið. Við skulum rifja upp Fiesta-skorið sem er kills plus death plus assists. En hæsta Fiesta-skorið í þeim leik per mínútu, það er náttúrulega mikilvægt að deila þessu niður á per mínútu, að það var Gadget, hann var með Fiesta-skorið upp á 1,118. Þannig að hann tók meðaltali þátt í killi eða dó einu sinni á mínútu. Þannig að já, þetta verður heitur leikur af því að við vitum að þú veist, þeir leikmenn sem við þekkjum í DN Gaming, það er Jenk á support, það er Icelandic Hero sem kom inn í sumar og var að spila með XS Success. En við sjáum að Champions-selectið er byrjað. En já, þessi leikmenn, það er hitið, það er Fiesta. Ég trúi því. Og þeir eru að henda bönnunum á Jenk á bollinu. Taka hana Rakan og Gali og strax frá Lil Peep og Fiverr. En mér minnir mig því ég var að ræða við hann Jenkina fyrir leikina. Hann var að tala um að þetta væru gamli félagar hans í Lil Peep og Fiverr. Þannig að þeir þekkjast eitthvað. DN Gaming hins vegar er að banna út hérna Jóni og Cassiopeia. Svo er Axian síðasta banni hjá Lil Peep og Fiverr. Hverjir eru aftur í line-upinu hjá Lil Peep og Fiverr? Er þú ekki með það hjá þér? Gadget, Laskud Bro, Candicef, Skaufur og Rundsi. Rundsi gamli, já. Það var name change yfir í aðeins sjóknurinn nafn. En við fáum svarið þitt núna við hvort við sjáum Aphelios. Svarið er nei, DN Gaming vilja ekki sjá Aphelios. Þetta er ekki einstaklega bíki sem ég sá áttu vona kannski hérna fyrst, en það er J4-inn. Instantly lokkaður inn og Viego. Já, Viego. Ég man eftir að rantaði Viego hérna síðast við vorum saman. Þegar ég ánæði með allt svona themavæs í kringum hann. Ég er líka bara glaður að sjá hann pika hérna. Það er skemmtileg champion. Það er gaman að fylgjast með honum poppa stað í fætum. En það þarf líka að geta gerst. Sjáum hvað kemur með honum. Já, einmitt. Sjáum hvað kemur með þessum Viego. Það er góður vinur hans Lucian. Þeir eru góður vinir, var það ekki? Óbáslega góður vinir. Jú, ég elska lórið. Ég er mikill lór-aðdáðandi. Hvernig fannst þér í vendin? Við getum rætt við það seinna ef við þurfum að drepa tíma. Já. En já, Jarvan, er það ekki bara Gadget pick? Mér finnst þess að ég hafi séð Gadget vera að taka Jarvan einhvern veginn. Er það ekki? Comfort pick? Ég man ekki hvað ég fegði að borða í síðustu viku sko, þannig að jú, það geti alveg verið hérna að þetta sé hann, en það er rétt hjá mér. Já, við fáum svar frá því hérna úr minnstjórn að þetta sé rétt, Jarvan er Gadget pick. Við erum mjög góða menn hérna á baku tjöldin sem er að hjálpa okkur að segja eitthvað gáðulegt. Já, það er mjög skemmtilegt. Við erum búin að einmitt reyna að bæta við mannskap í þetta production team, þannig að við getum gert þetta skemmtilegra og fjölbreyttara. En kannski munum við sjá nýtt andlit fyrir framan linsuna á eftir. Kajsa var pickið á Lil Peep og Fiverr og svo Shen. Ok, er þetta Protect the Kajsa kom? Jarvan hana og Shen ofan á hana. Við erum Shen. Já. Ok, þetta er... Já. Já, ok, takk fyrir. Sjáumst í. Nei, já, jú, þetta er fínt. Þetta er... Ok, hana! Ég er uppgötað hvað ég hef mikla fordóma fyrir ákveðnum pikkum. Viego, Nami, wow! Shen og J4. Woo! Gaman! Praktískir. Það var hlutu þeir. Flott. Já. Ég fordóma öllum. Þú veist, Nami hins vegar, ég er ekki alveg áttum að því hvað hún er að fara að bjóða upp á hérna. Já. Hreinlega... Þetta er líka Jenk á Nami. Og svo banna þeir sjálfur Blitzcrank. Já. Gekk grimmi Blitzcrank spilaði. Já, þeir voru náttúrulega búin að pikka Nami áður en... Ég veit það, þetta er satt. Já. Þannig að þeir eru að taka út þessa hook championu núna á móti þessu pínu vulnerable botlane, Nami og Lucian. Þannig að það er allavega Thresh eftir. Er ekki Candicef supportinn hjá Lil Peep og... Hann er mid núna. Fáum við orðsendingu af himnum. Mikið eru heppnir að hafa þetta með okkur. Einhver sem að veit eitthvað hvað er í gangi. Já, sko náttúrulega þetta þarf ekki að vera Lucian inn á botlane. Við getum fengið eitthvað meira kannski traditional, svona hyper late game sem maður ætti kannski frekar von á. Lucian og Nami er kannski ekki svona besta kombóið. Ok, ég er náttúrulega kemur löngu sumum fríðar sem við spila ekki mjög mikið LOL. En nefn eitthvað hafi breyst, þá það er samt verið að kvísla hérna að mér. Já. Ok.
Lissandra, hjartanlega velkomin aftur. Vá. Talandi leiðileg picks. Nei. Og síðan hoppar á Lux á móti. Lissandra rosa góð í að neyða fólk í að fara í Quicksilver eða deyja og Frozen Tomb hérna skila ákveðin hlutverki því að þú ert að tala að protecti Kajsa. Ok, Lissandra rosa mikið í bara hanna Kajsa, BOOM! Neglið þið á hana, klárið þetta. Viego mail range. Ok, hann með stönnið þar sem hann dassa pínupons, það ekki með lang. Lucian fyrir ykkur short range. En það kannski fínt fyrir að hafa þetta point and click dæmi til þess að ná lockdown, ná þess að sleipu Kajsu. Og þeir hugsa hvað taka með hérna á botlinnu. Já, sko það einmitt, Leona getur verið mjög öflug pick. Hún einmitt, hún getur farið inn, getur gripið, karjan á móti hjá DN Gaming. En þeir eru náttúrulega, rosalega mikið að reyna að verja Kajsuna og þurfa þá mikið frontleið fyrir framan. Þeir eru náttúrulega með Jarvan og Shen nú þegar. Og einmitt, það verður þessi Leona. Og DN, eru þeir með nógu góðan aðgang að Kajsuna? Já, það spurning. Svo ég aftur að hugsa þetta lúsipikkirnar hvort að það nauðsynlega verið að fara að skila sínu, ég hlakka til að sjá það því að Lil Peep eru allir í bara við ætlum inn, við erum að góða inn. 4 menn sinna hjá þeim sem eru bara fara eins djúpt og í get. Ræsin, ok, 3,5 og svo Kajsan að það er svona hliðalínunni meðan að DM með dassa tólmina til að stoppa þetta vans frá þeim til að geta hægt á þeim eða bókstaflega frista á í spórunum og svo aldan og allt það. Spurningi hvort að follow-upi sé þá nóg frá þeim, I don't know. Munið þeir vilja taka hennan dans við Lil Peep 5head? Sko það náttúrulega pínu skeri, Lil Peep 5head þeir eru mjög þykir. Þeir eru með mjög sterka vörn og líka alveg ágætt engage líka, með Leona og Jarvan, að hoppa inn. En eru þeir með nóg mikið damage? DN eru náttúrulega með, þeir eru með Lucian, þeir eru með Viego, þeir eru með Gwen og Lissandra, miklu damage stílu þar. Ekkert rosalega tanki en miklu damage stílu þar. Ég er bara enda brendur af Lissandru frá því í gamla dag í LoL-deildina sem að þú veist ég aftursjokk Lissandru og svo gerði ekkert einhvern að deyja á leginn í 10 mínútur. Já, einmitt. Ég er brendur. Ég vona að ég sé bara að sjá eitthvað nýtt hérna. Það eru 2 ár síðan. Hallsmátt síðan. Hallsmátt síðan. Já. En þannig að ég er ekki alveg seldur á þessu pixi á DN. Nei, þetta er, já, einmitt, þetta er svolítið blanda en alveg mikið damage og einmitt, ef við ætlum að gefa okkur að þetta verði fiesta-leikur þá græða DN rosalega mikið á því. Því þeir nýta miklu betur að verða sterkari early af því að þeir geta bara gert meira damage en ef Lil Peep 5head verða fá yfirhöndina í fiestanu þá það er ekkert auðvelt að verða eitthvað bilaslega tanki beint early game, finnst mér. En mér finnst þetta damage allan að nýtast betur í fjörstunni, sko. Já, það snýst alltaf fjörstunna á lokum. Þetta gerir það nefnilega. Og að fá sér eitthvað stig hérna til að klefur upp lítabortið. Þannig að þetta er mikilvæg leikur hérna fyrir bæði liðin og við erum alltaf mistum að fyrstu vikunni en þú ert búinn að sjá eitthvað á þessu, þú sást fjörstunna og við erum að sjá núna tónin settan áfram. Já, alveg klárlega og ég held að þessi 2 lið, þau eru svona ég held að DN Gaming séu alveg klárlega top contenders í deildinni, upp á efstu 3 sætin alveg klárlega og Lil Peep 5head kannski örlítið neðar en mér heyrist það að við séum ready að fara inn í leikinn og dömur og herrar, fyrsti leikur flata deildarinnar 2021 Lil Peep 5head á móti DN Gaming. Ég er núna að fá teóriur í Twitch chat fyrir hvað DN stendur við Sölvi, ætlum ekki að hugsa það. De Niro? Ég sagði því að við ætlum ekki að hugsa það, Sölvi. Þú grefur undan mér. Við rettum þetta, Sölvi. Dancing Nuggets. Sölvi með síðan uppástungur síni í Twitch chat hvað þið haldið þetta gæti verið hérna. En Lil Peep 5head þetta er svona Twitch eða ekki eitthvað. Twitch emojis. Þetta er eitthvað svona sem unga fólki er alltaf að segja, sko. Ert þú ekki zoomer? Ég? Já. Jú. Já. Ég er svo ungur. Þú að þýða þetta fyrir hérna millennial fólkið og eldra. Alla boomerana í Twitch chatinu.
Það verður að hvísla okkur leyndamálum hérna með að það verður að keyra á einhverjum furðulegum rúnum mögulega á þessari Nami. Við tökum eftir húnum Electrocutið. Það er gameplan hjá þessu botlinni. Og býtu eitthvað meira, við sjáum þetta niðri. Ok. Allt í lagi þá. Okay, Þau ætla bara að drepa. Já, þetta er spennandi. Ég til í þetta. Já, býtu, hún getur prokkað Electrocut fyrir eitthvað þægilega. Já, hann alltaf líka, já, það og cheap shotin alltaf, hann slóar með draslum sínu ef hann hendur það á sig. Ok, en kíkjum inn á Viego, eldsnögt Icelandic Zero ofan á vortana. En þeir vita nákvæmlega hvað að gerast þarna, hann tekur þetta lýslaus og frekar þægilegt. Sömu leiði sem J4 byrja á bláböfunu, hann reyndar ekki alveg mikið líf. En Lil Peep og 5 þá nákvæmlega góð hugmynd hvar Icelandic Zero og hvert hann þá mögulega að fara. Það þýðir líka að botlinni hérna Cash Money. Brennandi lappið burti en ekki mikið líf. Plasmastakkanir springa, hann þarf að flassa í burtu, situr á hílunni en að fá kannski beiti hérna inn. Þetta er vondbyrjunni fyrir og þetta verður með þess að bara level 1 fætinn. Þetta var level 1 fætt. Svolítið leiðilegt að ná ekki killinu þarna en brenna flassið og flassið inn. Þetta kemur að level 2 á Leonu, drepur þarna Cash Money og það er first bloodi sem fyrir yfir til What's Good Bro á Kaisunni. Þeir nota alla summoner spells en Hashtag Worth segja þér, það verður Hex Flash í boði fyrir Kansas áfram hérna og það að setja upp pressu. Þannig að þetta Dark Tech sem við heyrðum á Nami, það gæti þurft að fá smá tíma til að koma hérna í gang. Því þetta er, þú veist, þetta er líka bara, þetta er Halo Blade Kais að við sjáum hvað hún er snögg að koma passinu sinu upp, hvað þegar að Prokka gerir ógeðslega mikið hérna hellingsskaði. Við sjáum líka að botlinn er komið gott præðan og búin að pusha inn þannig að þau ætla að reyna að múfa upp hérna í áttina á sköttulunum. Þeir finna Icelandic Zero og það er Annakill og double buff á What's Good Bro og þetta er svo stórt því að þeir sáu náttúrulega þarna að það var ekkert mikið að gerast á botlinu. Þeir hefðu ákveðið hugmynd að án þess en þetta samt byggir á wardunum sem var hann uppræðilega sem sýndi að nákvæmlega hvað Icelandic Zero var. Þeir vissu hann ekki farið toppið mitt og þá bara gátu þeir sagt, ok, hann er þarna, lappa upp á hannum, drepa hann, taka á hannum double buff og nú er þetta orðið röff á botlininu. Það er svolítið röff, við sjáum að það er reyna að ganga inn á millin en ég sýnist Gadget ekki vera nógu nálægt. En einmitt, Gadget getur náð hérna báðum sköttulunum. Icelandic Zero er að reyna að lappa í áttina því en ekki mikið præður sem hann hefur. Hvernig lukka millinni, Runsi er svolítið lóa mana, Sjúnmaxter, ok, þeir eru að teleporta inn en þannig að Gadget ætti nokkuð auðvitað að komast í burtu frá þessu en Grætslots nota teleportið sitt hana. Já, fínt trade. Já, þeir þurfa sem jungler. Já, þeir þurfa, þú veist, að tryggja Viego eitthvað golden kom. Toppa mitt flassaði og það var teleport en ég fekk sköttul, fínt trade. Það þýðir, ég kann ekki íslensku lengur tjónu, þetta er hillilegt. Getur þú prófað dönsku? Nei, ég lærði sænsku. Ok, gott þetta sænsku. Það eru 11 ár síðan ég útskrifast sænsku. Ok. Já, það er erfitt. Hvað ætlaðu að segja? Ég var alltaf að tala að allir samanum eru down hjá hann grænum slots á toppleininu. Ekki Ignite. Og það er spurning hvernig það er hérna skauðurinn alltaf reyna að láta vaða á aðeins að klappunni taka mjög gott trade hérna á hann. Það er fyrir að sitja eiginlega bara á Rubikristallinum. Þetta er þetta merkilega jafn trade, sko. Það var leit vel út þar til leit ill út. Já, ég held að Grætslots myndi kannski koma aðeins betur úr þessum trade en Skauður greinilega bara nógu þykkur hana með Dornaskildin og Rubikristal. Ég veit aðeins að leiðilega stað og lítið fyrir Icelandic Zero hérna að finna í junglinni því það er nákvæmlega ekkert uppi nema neðri parturinn. Núna kannski sem situr hún á vorskiptur í máli þannig að bara hóta því að poppa Hex Flash og góa hérna. Og ok, það er extra uppi en sömulegis Igniteið og við erum að tala um pickaxe. Sér á afturmættur á topplífuna eða svolítið miklu tíma hérna að leita að einhverju allar að reyna að góa 1, 2 og 10 í blackmistinu sínu, hittir ekki stönnunu. Og þetta var frekar basic slot sem er komin niður í nákvæmlega ekkert líf. Já, gerði ekki neitt sko, það bara tankaði minimum á hana. Og þú veist, að reyna að fara í gang á sjenn þegar hann er ekki búinn að nota tauntið sitt er svolítið erfitt. Grætslots reyndi kannski að vera að beita það út hana með því að labba upp. En Skauður er ekki alveg tilbúin að kaupa þetta. Og Zero nær þarna að sjófa út veifinu, þú veist, hann nær 2 rótaflags geimaði smástund því þarna komið stönnið yfir að Cash Money, hann ætlar að dassa henni í burtu. Og þetta er allir lagi hérna fyrir og þeir eins og fjórinn í kringu drengar þeir ætla að taka niður hennar fyrsta Infernal. Komið þeir rúlandi, það var einhver að tala með að það eru margir drengar hérna hjá okkur í kvöld.
Já, ég fíla þetta early, bara strax að kýla á dregan og líka þegar þeir eru með þetta præja á botlininu, þá er það bara gefið. Þú veist, þá verðið að fara í early dreganar, reyna að innsigla þetta fljótt, sko. Þannig að þetta er bara hárrétt hjá Lil Peep og 5 að fara í þetta, sko. Og það er Ocean Dragon Ice, þannig að við fáum geðveikt skemmtilega sálir í kvöld. Það er Cloud eða Mountain. Sjá Icelandic Zero, þetta, Presence blessaður. knokkupið hana og Já, það er spurning hvort hann hefði átt að geima þetta því það var eiginlega engin leið út fyrir hann held ég. En þetta er tildurinn. þetta er bara Lil Peep og 5 að spila ótrúlega vel kring botlinnið og þetta þýðir líka, Icelandic Zero núna, búinn að deyja tvisvar. Hann er ekki hryllilega langt eftir en hann er samt Viego. Hann vill fá að snowballa, hann er rosalega góður í að fæta 1 á móti 1. Þetta er ekki 1 á móti 1, þetta er 1 á móti mörgum með svo sén follow-upið. Mjög consistently frá topplinu. Stand United er komið hérna á mappið. Þannig að ég þurfa að fara að finna eitthvað núna. Því þetta mun versna. Já, þú veist, einmitt, þetta er að byggja svolítið svona temmilega rólega upp hjá Lil Peep og 5. Og það er nokkuð nákvæmlega það sem þið vilja gera og þú veist, það að komi illa út fyrir Viego er líka einmitt bara geggjað. Kai'San þeirra er að fá líka öll þessi kills. En þeir reyna að fara eitthvað inn upp á topplinu. Ég held hann að missa stöndunu. Lendi stennið ekki, hann bara flassaði. Já, það getur verið. Já, allavega. Allavega. En fá ekki neitt fyrir þetta. Skaufur flassar, jú þeir fá flassi og skauf. Og brenna ekki neitt í staðinn, þannig að þetta er alltaf lagi. Geta kannski reynt að ganga aftur og eftir. Já. Zero er mjög góður spilari, ef þetta er hann. Byttu nú við, það gæti verið. Ég var að skoða challenge mode hérna rétt á hann. Já. Ok, ég fer ekki lengra með það, við skoðum það fyrir næsta leik. Ok. Hold on to your horses. Allavega. Force jump. Þú veist, ok, það er búin stanslaust athygli á topplinu þannig að síðan sér aðeins með minka, það er samt ekki það mikill munur og hins vegar á miðjunni á botlinunni þar er að byggjast upp kröftugu munur og það er eina sem þau þurfa. Shannon verður samt reliable. Sjáum líka veifið er að fara að pusha niður tilbaka í áttina að Was Good Bro og Candicev er komin á rómið. En þeir ná að taka hana fyrsta heraldinn með Candicev á hliðarlínunni. Icelandic Zero, það er Skellrún. Takk svo mjög. Skellrún, okkar besta. En þeir ætla að reyna að kollapsa niður á botlinnið. Þeir eru að spotta Sjúnmaxter. Jöp, en þeir vitar af Icelandic Zero. Var sko bróð, þú þarft að spila þetta einhvern veginn því að ég veit ekki alveg hvernig þú ætlar að lifa þetta hérna 1 á móti 3, 1 á móti 4 móti smá stund. Hann reynir, notar úr hlinnið að komast inn á Jeng, kemur Stand United. Sjúnmaxter hoppaður inn til þess últan en Vaskot sleppur! Kastmanni flassar inn hérna, tóktar samt undir sturnum. Það Sjúnmaxter með aggróið einhvern veginn og þetta náður að ganga upp. Viego resetta, turnin hílar sig fyrir biljón og skyndilega er Kai'San sem er að berja niður turnina þeir ná að láta þetta ganga upp. Það pínu dæsi en gengur hérna fullkomlega hjá þeim. Á meðan á miðjunni þá er hann að taka niður turnin. Er þið með nóg? Skellrún, farðu frá. Já, þetta er nóg. En allavega þetta var ótrúlega magnað hvernig tower aggróið var bara perfekt fyrir DN Gaming í þessu dæfi. Þetta gat ekki farið betur fyrir það af því að þeir fá þarna, 2 kill fyrir ekki neitt. Missa reynda fyrsta tower. Sem er svolítið vont því þetta er hrískakan hérna á miðjunni sem er að, þú veist, vera sér frægi ræs sem hann vill komast til leikgeimið og gera þess ösla. En þeir allavega, þú veist, ég held að síðan sáttir að þeir eru þá konið með kill yfir á Icelandic Zero, þeir eru konið með kill yfir á Sjúnmaxter. Þetta er hæsta CS á 10. mínútur so far sem við höfum séð í deildinni núna hjá Runza. 100 fyrir 10. Sem telur bara nokkuð gott. Hæsta í síðustu viku var 85, sagði ég. Og sjáum hvað þeir eru að hugsa aftur hérna. DN Gaming eru byrjað að spala hérna fólki í kringu hérna bottur þá grunar að sikkur gangi til veitir líka Stand United er ekki uppi. Dreki eftir 50. Það langar sem hann finnir pix en þetta er svolítið Icelandic Zero hérna að hlaupa fram og tilbaka ekki að finna mjög mikið. Hvernig er gullið? Það var gaman að sjá, þú veist einmitt hversu mikill munur er í raun og milli þessar jungler til dæmis. Það er 700 gull þar, 500 gull á millinu og það er bara þetta CS. Sjúnmaxter fekk killið á Was Good Bro þannig undir táunum á hann en hann samt alveg eitthvað smá yfir. Svo er náttúrulega þessi 2 kill sem skilur að Was Good Bro og Cash Money. Það komur nokkuð gott að fá plates. Já, þau telja sko. Telja.
Þannig að gerum ráð fyrir að fáum að sjá eitthvað fljótlega í tengslum það. Þarna er að byrja að grúfa sig fyrir hann að dreika sem fyrst að nefna. Komin á mapp eftir 5 sekúndur. Er þetta flat á kamerunni? Já, flati. Já, það hlaut að vera. Það er engin svona góð replay eða observer kamerunni fyrir utan hann Hafliða. Og það er einfalt. Dreikinn nr. 2 ásatt í að hafa gold lítið, ásatt í að hafa bara mjög solid lít hérna á 2 lanes. Og það er loftblásið dreiki. Yes, ok, það er reyndar alveg mjög næs fyrir Lil Peep og 5 fyrir standarside, bara aðalega fyrir standarside sko. Já, líka fyrir Candice, fyrir Kaisunni hérna, þetta er bara mjög solid. Já, Leonoldi er svo sem á frekar lágu kúldani, þannig að þú veist, þetta gerir þeim kleift að nota, þú veist, ekki bara í teamfights. Líka bara að últa og svo speedrunna, komin upp að þér áður en últi klárast. Já, ég veit ekki, ég hef ekki últað sem Ljóna sem með Cloud Soul, ég gerir ráð fyrir að virka þannig. Últað tvisvar í teamfight, það gæti alveg gerst. Nei, fá speedbuffið. Úsen Bolt. Já. Skilurðu? Sölvi? Nei, ég skil ekki. Erum við ekki á sömu bylgjunænt eftir sömarið? Nei. 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 Við þurfum að fara í heitan pott núna í vikunni og ræðum LOL og pólitík. Hot Tub Stream? Hot Tub Stream? Hot Tub Stream? Já. Anyone? Ok. Skulum skoða í góða verinu, geimaði smástund til Gadget komin á toppleginn og spurning hvort við sem að fáum að sjá Cataclysm nota hérna. Það gæti gert. Nei. Nei. Hann var on award. Hins Það vegar. partí á myndinu, flassið lendir þarna en það þýðir ekki neitt eða hvað runsi lífur þetta? Þeim er þess að þurfi ekki sem nota ræðsvöldi, Tjenk er komið, það ger ekki mikið. Skaufur! Hins vegar! Tsunami hérna, tryggir það að Skaufur er dauður. Og það er ekki sér hún búin að breyta sig yfir í Shenni, leitar á tónturinu, sjá hvernig getur fundið eitthvað. Getur fundið það. Blúpp, finnur Gadget, en hann er eitthvað follow-up. Tím? Tím? Á meðan. Á botlurinu, engin við teleport, það er svolítið seint grænsloss með þessi bara í hálfu lífi hérna að leita. Candice hlaupt við þess að fæta tóga. Hann sleppur. Er það? Hvað er sjómastur að gera? Hann rúm. Honum er fyrirgefið. Æjæjæjæjæjæjæj. Það er hættu dive sem við komast upp með drepa Cashmon í fá teleport í grænsloss og grænsloss getur ekki gert neitt nefn að taka hérna minion sjáum samt hvort það sé rétti mér. En hann á varla mana í þetta og núna er resti komin átt í Candice búin að labba lönguleginn í kringum þetta. Já, blessa grænsloss, yngi með teleport, það er Sjúlmaxter sem er ekki með Frozen Tomb í boði en hins vegar búin að fylla á bláa barið sitt. Já, ok, okkar menn í Lil Peep og 5 hljóta situr rosalega miklu gulli af því að Mythic Itemannir eru að detta inn núna og einmitt þeir eru hljóta að fara að klára þá núna næst. En já, DN Gaming eru byrjað að taka sína fyrstu, Gale Force Lucian, Imperial Mandate á Nami, Riftmaker, þetta er bara klassískt dæmi. Og við erum að sjá núna að það er, hvað er þetta? Nú er þú support main, Sölvi minn. Hvaða item er þetta? Hvað? Aegis? Nei, er þetta Aegis? Imperial Mandate. Ertu að minna á Leonu? Nei, á Nami. Já, þetta var Imperial Mandate. Fyrirgefðu. Já. Ég kann ekki að hlusta. Þú verður að muna að ég er skítinn jungle-spillari núna. Við hugsaum ekki með neitt nema sköttur. Kallmenn, hlusta aldrei. Ég held að konum ég segja þessum. Það er, menn eru að leita einhverju partíun en af hverju fóru ekki Lil Peep inn á þetta? Þeir gáttu verið 4 og 3, þeir voru með teleport upp í á Shen. Það er að góða að þekkja staðinn. Jenk er skilin eftir 1 og Ái! þetta er litli skaðinn þetta frá plasmanu. Ok, flottu tímfattan á meðan, við sjáum þannig að þeir eru falla hver á eftir önnu. Candice er fyrir rosalega lón núna, þeir eru búin að treyta núna 2 fyrir 2, Viggo er mættur, hitta núna stönnin yfir Runsa, Voskútbró er reynda mættur, sjá skaðan í Icelandic Zero, ég ert að nóg, Voskútbró er gerað helliskaða, eða hvað, þannig kemur það? 3. killið fyrir hann núna, nei, 5. killið hans fyrir, Sjúlmaxter, hvað skaðinn? 17, en hann fær killið samt tilbaka og þetta er í endan 3 fyrir 4. En Þetta var mjög klönki slagur. Þetta var rosalega klönki. Vá. Það var mikið gull sem fór samt yfir til Kaisu, sem var rosalega mikilvægt. En þetta fór svolítið stíft af stað, rosalega stíft af stað. En núna er ég líka að velta fyrir mér sem spurningu sem þú kastaði fram hérna í Champselöftunni. Hvernig ætlar að drepa Kaisu svo? Þegar itemið fara að koma. Ég veit þetta hvernig ætlar að drepa Shen, því þetta er klikkað.
Teleportur að koma inn. Já, nálega hitt ekki alveg. Með allt uppi hérna. Getur hún ekki gert eitthvað á móti þessu Grænsson með kóngurinn, stakkaðan, taka snip. Og Shenoti kemur á gæslott. Þetta ósækjant, segir hann. Nær ekki að taka 1 á móti 2, gerir stráng heiðartinnu til. Drekja samt að spóna eftir núna 10 sekundur og þeir voru að nota standardstæðir. Þannig að það gæti verið... Já, Runsið þar að baki base, Gauð þar að baki base. Geta DN tekið þetta? Þeir þurfa að gera þá 1-2 og núna hins vegar slagurinn. Tumbið nota, það ekki nóg, það vantar meira. Þeir þurfa að bakka. Já, DN geti ekki tekið þetta nema að geti klárað hann, það ekki hægt. Nei. Og það þýðir að það 3. drygginn að fara og Lil Peep og Fivehead nema sér og reynið að fara að taka smætvættir. Ég held ekki að hann ætti að gera það. Það eru verða fleiri dryggar en þetta hérna á eftir. Já, þeir þurfa allan að fá eitthvað svolítið meira í vasan sinn áður en þeir ætla að reyna að fæta núna. Þú ert að því að snæperinn þarna og no Jenk. Já. Og Gasmóni líka. Þetta botlinn ekki alveg búið að vera að skila sínu hérna. Þetta var level Acer tóku eða lentu í réttar sagt og svo bara mjög vel spilað hérna á Varskutt Bro og Kantisef og þeir eru búin að líka spila í kringum þetta botlinn alveg snildarlega þannig að þetta lane var fljótt óspilulegt fyrir DN Gaming. En líka öll killin að lenda í, fara í vasan og var Skuttbró. Það er rosalega oft sem við sjáum eitthvað svona domination gerast og Adi Karim bara fær ekki killin. En núna er þetta bara algjörlega nákvæmlega eins og þeir vilja. Það er allt að fara nákvæmlega eins og Lil Peep og Fivehead vilja. Já, ég er spenntur að komast að hvað Navi pickið er að gera hérna því það kom mjög snemma í Champions-selestinu. Tæmælega snemma, fyrir miður. Já, þriðja red pickið sko. Þeir náttúrulega gemdu svo sem midlane og toplane pickið eftir það, þannig að það var alveg að koma Má bjóður að vera með? Græslót. Ætlaði sér að reyna það of seint. Ekki smæti boði, hendi bara í dansinn í staðinn. Dansa til að gleyma. En Lil Peep og Fivehead næla sér í skellfrúði núna. Vel gert sjálf. Eldri systur Skellrúnar. Yngri systur, hún er alltaf að koma eftir. Þetta er þá yngri systurinn. En hún kemur seinna í leiknum. Nei, Skellrún kemur fyrst. Já. Skellfrúður er svo kom hún hérna herþjónustu sinni í Suður Kóreu. Já, ok. Hún var í Kóreu-stríðinu. Kann ég gæti glemt. Þetta er alltaf skrifað í bækurnar. Íslendingasögunar maður, Heyrðu, Gadget ætla laglega inn en hann veit ekki á Icelandic Zero sem er þannig. Runsi er reyndar kominn á bakvið. Þetta er rosalega lengi að gerast, þeir eru ekki að ákvæða sem Varskutt Bro mættur í baklinu og hann er gjössalega að rífa Icelandic Zero í sig. Velkomin! Ok, þarna kemur Sjúnmaxer og bye-bye. Svo von tilfinning Kanti sem er fullkomið sóloflegar. Hann er með headshot accuracy bara upp á 100. Oh my god! Kanti sem ætlar að vera MVP í þessari seríu en Jenk komið núna með tætanlegu sem gerir ekki nóg og meiri síðan að vera að drepa Icelandic Zero í baklinu. Græsklóts er steindauður! Engin leið út af þessu. Varskutt Bro kom hann að killsprið aftur. Þetta er einhverjir slægir hérna sem að DN Gaming er að leita setti, reyna að taka okkur brawls, Lil Peep og Fivehead Þetta er mjög erfiðu dans þegar að taka, þetta er ekki alltaf, ég er ekki vissum að það sé alltaf með alveg á hreinu hvað er reyna að gera hérna. En so far, so good, 2000 kall er skyndilega orðin að 7000 í gullmun. Já, ég hafði laglega ránt fyrir mér að Lil Peep og Fivehead myndi ekki að fara rosalega vel út úr þessu fiesta af því að þeir eru með Kai'Su. Kai'Su sem er rúmóta beri. Ok, Sjúnmaxter, goodbye, Varskutt Bro fær enn eitt killið. Hann er rosalega low. Hann lítur að sleppa. Gasmóni er reynd að finna shotdownið. Kantisef getur að finna killið að beita honum eftir. Gadget er að reyna að koma. Gasmóni er að sísegaður. Healið kemur, teleportið að koma inn en Gasmóni fer ekki inn. Hvað er þessu fights? Þú baðstu fjestu. En þetta er eitthvað annað því að það bara trekkir núna að koma einhverju furðuleg slæðis. Skellfrúður er clutch! Nei, hún er búin að nota. En ok, sko, það náttúrulega gleymist þegar maður tekur ace svona early í leiknum að respawn-tæmerarnir eru mjög stuttir. Já. Þannig að DN Gaming ná að koma að fá eitthvað smá gull, fyrsta killið til Gasmóni og það var 600 gull shotdown. Það hefði bara verið gott fyrir að ef að helviti inhibitorinn hefði farið niður þarna. Sko, ok, þetta eru fætturinn sem við sjáum núna yfir ekkert opaslega miklu. Menn er reyna að stökka tæki yfir hérna Sjúnmaxter flassar þarna inn til að reyna að ná niður Varskutt Bro sem að text allavega. Þannig að þeir aðeins minka munn hérna. Núna ætlum við að fá hann að fætt, þetta er mínútu eitt reikinn þá sálinn mögulega í bóði fyrir Lil Peep en
geta að tekið fætin? Þú veist, þeir eru konur með nokkuð key items hérna, er þetta nóg? Sko, þú veist, ok, horfum á þetta. Kai'Sa er með 2 fullklára itema, Ryze er með 2 fullklára itema, Jarvan líka, og meðan það er bara 1 hjá öllum í DN Gaming nema Sjúnvaxter, þetta er Void Staff hjá honum þannig að hann er allavega komið 2, hann er með Dark Sealið 1 stack á því bara, þannig að þeir eru alveg rosalega langt eftir. 6000 skudd, það telur alveg slatta. Sérstaklega menn er ekki komnir með 2 items nú þegar, sko. Já, þetta er bara skemmtileg skiptingin á Lil People, þetta er allt í höndunum á þeim. Þannig að við erum að sjá það að þessi drikki ætla bara að fara yfir Fiskfam, boom. Þá er sálinn komin fyrir þá. Já, þeir átti ekki að gera neitt í þessu. Þeir getur fara baron. Þeir eru samt alltaf lengi. Þeir eru að hugsa þetta, þeir labbuðu Ward þarna, það er Ward í pittunum. Þeir eru allir stakkaðir, það er ekkert að gerast og þetta bara einfallega endar í algjöru freti. Kandi sem fyrir að leita, hann er með puttan á erinu, ready to go. 2-1-11, virkilega flottir leikur hjá Kandi sér. Algjörlega og frábær byrjun, frábær midgame hjá honum, hann er búinn að vera brillari hérna. Hérna kemur þetta við. Ok, Kandi sem fremstu víglinn hérna, tekur tanki frá Axel Zero og hendur út öllu á móti eins og Græslós kemur samt með skærin, allar að klippa ef hann getur fundra Gaskam. Ok, Vaskuðbró kemur núna beint að eftir og tekur killið, Sjúnvaxter er næstur til að falla. Þetta er done, Græslós deyr loksins. Reynir að gera hérna, við sjáum plasmasakarnir komni, þannig kemur síðast inn og Sniffy kemur svo mikið skaðir saman frá henni. En það er ekki nóg, það er aceið hérna yfir á. Og Lil People 5 hlaupa núna niður þetta topplið, þeir líka pingur barni, þeir ætla hann að fá allt hérna taka hann taka niður með sér bláa orminn. Já, við tölum þetta smá í Champions-selektinu að DN Gaming eru alls ekki með nógu öflugur tól til þess að læsa niður Kai'Su. Og sérstaklega ef að menn eru að nota stönni sína og abilityina til þess að reyna að drepa Cantisef, þá er þetta rosalega sketchy. Ok, þetta var smá heal á Gadget. Já. Okay. Og ég fyndi að hérna, það eru DN Gaming sem eru með stóru skærin sín megin, en það var samt Viego sem var algjörlega geldur í byrjunarleiknum og hefur ekki náð að komast að stað, hefur ekki fengið að snowballa og núna er hann svolítið fastur í að vera eftir á og meili tjá. Þetta virkar pínu eins og hann hafi pínu fengið titilinn, sko, af því að hann er ekki búinn að vera að staðsetja þessu vel, í þessum stuttu tímfall sem við séum núna á undan þessu. Þá er hann bara verið eitthvað rosa framalega að reyna að gera eitthvað við Ljónu og ekkert vera að pæla í restinni, ekkert vera að pæla í hvað geti gerst. Og talandi Ljónu, fylgst núna með henni þegar turnin fer niður, hvort hann ætlar að reyna að góða, hún er að hugsa sig Já, ég er spenntur, ég er hann Candice fan hérna. Þeir eru alveg með yfirhöndina, þeir eru næstu konni 10 kákull yfir. DN Gaming eru bara búin að ná einum tower í öllu þessu leik, 24 mínútur búnar. Sálinn, hjá Vaskuðbró og Baron Buffy og þeir eru núna bara að gera textbook dæmi. Þeir eru með svona mikið lít, þeir eru að fara á millilegins, taka alla þessa tower sem þeir geta rikkað út runsa. Þetta er level 14 Ryze, by the way. Já. Hann er svolítið stærri heldur en þessu Lucian sem er bara level 11. Þetta voru hvað, 2 abilities sem að tók hann Þannig að hrískakan er dottin online og þetta lítur bara heldur vel út í að þeir geta CJ hérna í rólitunum botlinn og þeir eru líka með svo auðvelt að góðtaka. Það er bara instant, ég er farin inn, follow-upið mun koma, þeir eru með speedbuffir, eða í dagirtakana sína þetta kemur Culling að reyna að taka út veifið. Þeir eru einmitt ekki með neitt geggjað veifklýr á móti þessi CJ. Nei. Sjúrmaxter er með allt í lægi, þetta er samt bara empowered minions hérna. Núna er þetta alltaf að gerast þannig að miðjan er að fara að hrynja niður, þeir eru að leita og turnin á botlinn mun fara líka þannig að það er spurning hvort það sé góða eða ekki. Kasmori reynir, hann nær ekki Vaskuðbró. Nei, og þá þýðir líka að þeir geta bara góðan á rest og TG yfir einhverjum hlaupum þeir svo fætur toga, það er ekki nóg Gatsi fyrir Golden Græslósi, fallir niður, doppelkilli komið yfir á Vaskuðbró og það er spurning hvort þeir geta fundið sér meira en að geggja tónt til að tryggja niður að þeir fari 2 hérna, Jenk nær að sleppa, Sjúmaxter hleypurinn, Baldur er að ná einhverju skada, það er ekki nóg, þeir eru allir á lífi en þá þetta gengur fullkomlega upp hjá þeim og það er klárt mál að Lil People 5 hérna komu til að sigurla leik. Þeir fari í fountainin að sjálfsögðu og gera þess að missa mann líka. Þeir eru allir á lífi. Þannig að Lil People 5 klára hennar leik snirtilega og taka hennar sigur hitt í kvöld. Já, round prediction hjá mér, alveg call round prediction hjá mér. Ég var að tala að ég held að DN Gaming væru top contenders en þeir voru ekki að sína það beint í þessum leik.
Nei, Lil Peep bara mættu af þvílíkum krafti. Já, alveg klárlega, mættu af krafti, þeir voru, þú veist, þeir voru líka bara með betra draftið, finnst mér, sko, að því að, og bara stýrðu því nákvæmlega eins og maður á að stýra því, sko. Þannig að, mér heyrist við ætlum að kíkja á nokkur replays, eru við ready í þau? Já. Ok, ég er klár allan. Ég heldur sér ready. Tjekkum á þetta. Herru, þarna er replay. Þarna er replay, þetta er svolítið early þarna, 14. mínúta. Þetta var þessi klönki Já, fæta sem maður klönki hugsaði, hvað er að gerast? ekki Af hverju hljóð. þetta hlaup í allar áttir? Ég er með hljóð. Já, þannig að Þetta er fínt. Yes, ok. Og það er svo mikið reynt. Þannig að tveir núna farnir nú þegar niður hjá Gaming, þannig að ná niður 2 á móti, Gadget Kandisef, halda áfram, reyna poppinu Vaskut Bró. Þeir ná að drepa hann, já, en það þarf helviti mikið frá þeim hérna. Og þarna, það var Sjúrmaxti sem náði, ef ég er myndið rétt, poppar hann við pitið, já, þetta er Kæsa, Kvaskam, BOOM! En já, þannig var, þetta var svona eiginlega eini tímfætti þar sem að DN Gaming, þú veist, allan að fengu eitthvað fyrir, sko. En það var eiginlega bara því að Vaskut Bró var annar staðar. Hann var að reyna að drepa Nami þarna hliðalínu meðan þeir voru allir að fæta. En Þetta voru mjög margir svona fights í þessu leik, þú veist, Já. Lil Peep fannst mér vera með ógeðslega gott gameplan og svo komum fights sem voru, já, ég er að fara að góða þig, held ég, kannski. já, við skulum kíkja á eitt replay í viðbót, sjáum hvað við fáum. Það er Baron dansið hérna, Já, einmitt. langi. Þannig er Unsi einmitt á meðan að taka dregan en sjáum hvernig Kandisef stendur bara alveg fram í framlínunni og hvað Icelandic Zero og Sjúnmaxter nota abilityana sína til þess að læsa hann niður. Þeir nota hana rútið, nota stönnu og svo þegar restin kemur yfir þá bara er það alveg gjörsamlega farið. Þeir hitta engu CC og núna kemur Vaskut Bró hreinsar þá upp. Við sjáum svo hvað Gwen er ógeðslega sterk, hún er að mölva fólk og fer henni inn, Vaskut Bró næstu í dauðir, þannig að þú veist, það munaði ekki mjög miklu. Það þurfti bara, ef þeir hefði ekki verið svona langt að eftir, eða hefði ekki verið svona erfitt þannig að kannski hefði Gwen geta verið eitthvað sem að þeir gáttu, þú veist, neitt fólk í svona þröka barða eins og við töluðum við, þá voru Lil Peep og hérna lið sem er að fara mjög djúpt inn. Þannig að kannski ekki Nami, kannski ekki hérna Viego, ég trú ekki sé að segja það. Já. Kannski ekki meira svona í kringum þetta. Þetta er náttúrulega, þú veist, Viegon fjall á eftir af því að botlinni hjá Lil Peep og Fivehead fekk rosalega gott level 1. Þeir voru líka bara Fiveheada yfir sig. Alveg, þeir náðu góður early á level 1 þú veist, þar sem að þeir settu pínu undan, svo fenguðu level 2, flössuðu inn á Lucian, fenguðu killið þar og þá var akkurat tíminn sem að krabbinn spawnar í riverinu. Og þeir lappa bara upp í river, taka niður Viego, fá fyrsta krabban og þeir reyndar fekk Viego efri krabban eftir það, en þetta sett hann samt alveg út af laginu. Og þá, þú veist, restan af leiknum leið mér eins og hann var á hlaupum, get ég fundið eitthvað toppinn? Nei, er eitthvað hérna í dönglunu? Allt tómt. Já. Erfitt. Erfitt líf. Það spennir hvort við hendum í smá pásu núna, hendum í smá countdown kannski, einhverjum nokkrum mínútur áður við förum inn í næsta leik. En næsti leikur á eftir, það er Fylkir, Exoslón. Fylkir á móti XY. Já. Vísla. Fylkir 1-1, Exoslón 2-0 eftir viku 1. Já, og ég er búinn að heyra mjög góða hluti þetta XY lið, eins og þeir hafa alltaf verið. Þau hafa alltaf verið, þú veist, í fyrsta sætinu hjá okkur nánast og þau er ekkert að fara að hætta því. Ég get ekki reiknað með því, sko. Og við skulum ræða það bara betur og eftir þegar við komum úr pásunni, en sjáumst aftur eftir örfáar mínútur. As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one that would while they all play. And you'd
thought you would change, but it was just a dream. From dust. From dust.
pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. To hold our heads up high and beat the drum to what we love. Risk the fall, oh, we have felt it all come crashing down from far above. Stars are rising, countless worlds colliding. Only one will take it all. Can we bring to fall the giants? Can we make the final call? We are the ones to ignite the darkened skies. The champions of a world that we defy. A solar ray of the few who rise up high. And we all fight at the last line. Hearing voices from afar, join the madness when the curtain falls. Risk it all, hold nothing back. Seize the day, we must attack. Stars are rising, countless worlds colliding. Only one will take it all. Can we bring to fall the giants? Can we make the final call? We are the ones to ignite the darkened skies. The champions of a world that we defy. Góða kvöldið og verið velkomin aftur. Núna er leikur 2 hjá okkur í kvöld, en Siggo, þú hefur yngst upp eitthvað svolítið.
Já, svona solid, 30 ár. En já, við erum komið með nýtt andlit núna hérna á settinu hjá okkur. Þetta er hann Einar, dömur og herrar, Einar okkar. A.k.a. washed up plat player. Washed up plat player, same sko. Því þetta er bara, þetta er í blóðinu. Þetta er í blóðinu, sko. Bara ef þú ert ekki nógu góður til þess að spila League of Legends á þessu stíi, þá bara fer maður í að kasta þetta. Já, hoppum maður kasta deski, sko. Þetta er bara klárt mál, sko. Þetta er það? Já, heyrðu, þú varst að fylgjast með leiknum áðan. Já, ég hafði nokkra punktar til að segja, sko, en mér leist ekki vel á drafti hjá DN Gaming, sko. Já, einmitt. Þetta var bara strax þar. Já, hjá DN. þetta var, þeir voru með botlinn þeirra, þeir leituðu að lúsan pickinu sem þeir fengu, sem er rosalega aggressive pick. Þú þarft ekki, mér persónulega líst betur á það að chaina það með CC support, einhverjum eins og Nautilus eða Thresh eða Blitz eða eitthvað svoleiðis. Þar sem þú getur farið aggressíft, þú getur pushað præ og þá hjálpar þeim í Viegonum sem þetta klikkaði á þeim. Jarvaninn fekk early game clearið, komst áfram við það, var að undan Viegonum, botlinnið á móti þeim, bara trassaði alveg við á, level 1. Þannig að þeir mistu præjóið, Viegon missi pressu og þeir fá ekkert út úr því. Nákvæmlega, og bara allt eftir það bara sagði rosalega mikið hvernig leikurinn fór. Þeir fengu ekkert fyrir það. Það var einn teamfight sem þeir fengu svolítið fyrir og það var að því Kajsa var eiginlega ekkert nálægt þeim teamfight en hún var bara orðin, hún fekk öll killin. Hún fekk öll killin hjá Little People 5 sem er nákvæmlega sem þið vildi. Maður tók einmitt eftir því líka að DN Gaming splittaði rosalega mikið í þessum fightum eins og síðasta replayið þar sem hann var búinn að splitta upp á topplane þegar þeir sköttuðu leið og eitthvað gerðist. Þeir reyndu að grúpa saman á supportin sem var ekki að virka fyrir það og eittu öllu sessions sínu í það. Og þegar það virkaði ekki þá kom Kaisan, hoppaði inn, bara allt engage á þá, þeir voru shreddaðir, 2 insta-poppaðir og bara allt skattirar, ekkert eftir. Nákvæmlega, það var rosa vondum að sjá, þú veist að sá helsti sem hafði eitthvað damage eftir hjá DN Gaming sem var Gwen, hún komst ekkert að í þeim teamfight nema bara í blá lokin og þá var hún 1v3 eða eitthvað. Já, nei, það er líka einmitt það að hún þarf setupið. Hún getur ekki bara hlaupið face first inn í liðið og reynda að últa sig út úr því. Hún þarf þennan CC support eða jungle engager eins og Jarvan í liðið sitt af því að þá getur hún follow upp með ultinu sinni sem er slow og insanely high damage. Nákvæmlega. Hún hafði bara ekki það setup sem hún þurfti. Mér fannst draftið ekki virka hjá þeim. Nei, alveg klárlega. En við ætlum að byrja að spá í næsta leik núna. Það er Fylkir á móti XY Esports. Gamall og góður slagur, alltaf gaman að sjá þessi lið spila en bæði liðin eru búin að vera með smá roster breytingar hjá sér en nokkuð mikið af þessum sömu hafa haldið sér. Við erum að sjá hvað það er leiftur á topplinn hjá Fylki og svo er svo leikmaður hjá XY en einhverja breytingin í junglinu þá er við erum ekki nákvæmlega vissi hver er nákvæmlega að fara að spila hjá Fylki. Það er eitthvað, Set-Zero, eitthvað svoleiðis. En svo er Lagia í junglinu hjá XY og midlanein svo hjá Fylki, það er Nighttime eða við sáum in-game nafnið hans. Torska, já. Og síðan var við vorum að fá insetið knowledge að það gæti verið Lee Johnson. Við erum ekki alveg klárað á því. Já, gæti verið. Við sjáum kannski Lee Johnson. Hann er allan að fara að spila leikinn áðan hjá Fylki. Þannig að spurning hvort við sjáum það. Okkur heyrðist að þeir gætu eitthvað rótið á milli sín rólana en við sáum einmitt í fyrra svolítið af Lee Johnson að spila Adi Carry og hann er ekkert síðri þar heldur en annar staðar þar sem við erum vanir að sjá hann. En hann minnir mann pínuð á Budget Perks. Budget Perks, það er bara mjög... Swappar rosalega mikið á milli Adi Carry á mitt, sko. Það er mjög góð lýsing fyrir Lee Johnson, ég fíla það, sko. Já. En ég var að kíkti svolítið á hvernig matchistjórið fór í síðustu viku hjá XY og þeir áttu leik þar sem þeir voru að spila á móti Vita og Vita komist mjög vel af stað, voru með goldlítið allan tíman í leiknum en svo kom Aphelios hjá XY og XY hafa alltaf sýnt að þau eru mjög góð að spila scaling, mjög góð að spila langleikinn, eitthvað svona algjört pure makro, eitthvað late game og bara loka leikinn. Á þeim tímapunkti sem þú ert með eitthvað svona hyperscaling, Adi Carry eða einhver svoleiðis picks, þá þarf einn teamfight. Þú veist, stundu þarf ekki nema einn, bara einn teamfight til þess að klára leikinn. Baron fight, Elder Drake fight, eitthvað svoleiðis. Það er einmitt, þeir hafa sýnt það að þeir missa ekki hausinn, þeir geta haldið áfram alveg saman þótt að þeir detta 2-3k undir, hvað var það, 6k? 6k móti Vita. Þeir hafa sýnt það að þeir geta alltaf klifrað tilbaka með því að taka gáfu í leiðina. Þeir eru ekki að hlaupa inn, þeir eru að spila strategían leik sem sýnir fram með hypercarryum þá eða einhverjum carry
eitthvað carry potential, meina ég. Já. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig þið spila þennan leik út. Já, Fylkir voru rosalega mikið á svipum stað líka. Þau voru með yfirsýnina. Þau voru að spila einmitt upp á map-contrólið og svipaðan leik á XY. En XY hafa alltaf tekið það pínu betur. Við alltaf svona pínu skrefin á undan hefur manni liðið. En Fylkir, þú veist, eina held ég sem að geti tekið á móti XY að reyna að spila fyrir early, mid-game eitthvað og reyna að snúa þeim sér í vil. En Champions-selectið komið þannig að það er spurning hvað þeir vilja reyna að gera. Fylkir bann út hérna Volibear sem klassísk pick fyrir leikmann. Að nifja pickið, bannið, ég þekki ekki alveg rosalega vel hvort það sé eitthvað comfort pick hjá XY. En Við sjáum Lúi hérna líka og síðan einmitt sjáum við XY vera að banna út þessi sterku pick. Lee Sin náttúrulega rosalega sterkur jungler. Já. Bara early game potential hjá honum með því hæsta, ef ekki það hæsta. Aurelia insanely góð scaler inn í leikinn og Viego einmitt líka þar á þessum leiðum. Þrátt fyrir að hann hafi verið nerfaður, Divine Sunder hefur ítt aðeins út en ennþá verið spilað þannig að hann meira squishy, hann minna skörmist champion. Svona early þannig að hann kemst upp í hvort sem það sé Shieldbow eða Krakkensleira, hvað sem hann spila, þannig að hann fær damage sitt, hvað hann getur fengið sér reset í fæti. Einmitt. Sjá, first pickið hjá Fylki, það Lucianinn sem við sáum áðan. Þannig að þín gagnrýni var að það vantaði einhvern aggressívan support með Fylki, með Lucian. Og Harry, supportinn hjá Fylki, hann mikill blitzcrank-spilari. Það eitthvað sem þú getur kannski viljað sjá með þessu? Já, svo lengi sem þú getur lokkað niður, mitt persónulega mat sem AD-carry minn það að ef þú getur lokkað niður hvort sem það sé supportinn eða AD-carryinn, þá Lucian með það mikið burst damage, single target damage, með passivinu sínu, presti attack, hvað sem þú ert að spila. Þannig að hann þarf að fá þessu early game picks og ég sé, já, þeir pickuðu Nami sem mér persónulega líst ekki vel á. Sérstaklega inn í einhvern eins og Thresh. Já, einmitt. Þeir XY pickuðu hana fyrst af Felios og Thresh sem einmitt getur verið svolítið aggressiv en maður þarf að spila þetta svolítið rétt á Nami. Maður þarf að passa sig, vera vakandi fyrir Thresh-húkunum. Og þannig að einmitt, við viljum allan að sjá þetta fara pínu betur heldur en áðan og þeir, þú veist, áðan þegar að DN voru að spila með Nami og Lucian, þá mistu þeir svolítið á level 1. Já. Og það var svolítið mikill gallinn hjá þeim þar og þetta mjög áhugavert pick. Riven, það mjög feast or famine pick. Já, þetta eitthvað sem við sjáum ekki nema bara sáum ekki nema í gamla daga KR þegar Nero var að spila Riven hérna hægri vinstri. Með þessu Riven picki þá erum við augljóslega að fara að líta á early game dominance á topplinni. Hann að fara hvort sem að rauninni Ignite í staðinn fyrir TP, eitthvað sem mun gefa honum þessa pressu til þess að reyna að ná early killum, ná pressure á topplinnu og sjáum kannski að þið spili frekar fyrir topplinnið, gefi botlinni á weaksætið, þannig að Lucian náði bara að skeila safe, en þá var hann líka að passa það að hann má alls ekki oversteppa nema rauninni cleanse. Já, akkurat. Sem maður sér ekki oft maður sér oftast heal startið á AD-carryum hérna í tildinni, sko. Já, algjörlega. Þú veist, það þarf að vera alveg, það þarf að vera rosalega mikið eitthvað svona lockdown CC til þess að menn taki sér, sem svo á móti Twisted Fate og þú veist, Leonu auðvitað líka, þú veist, ef þetta Leonu Ashbotling til dæmis, þá verður að taka cleanse, en það ekki alveg það sem við erum að sjá hjá XY. Ornpickið hendar stanna strax á eftir Riven. Sjáum Graves og Nocturban. Þannig að jungle og midlane pick eftir hjá báðum liðum. Já. Og Silas-bannið kemur inn. Það var áhugavert að sjá hvort XY ákveða að fókusa á botlinni sitt, reyna að kickstarta þessu scaling á Aphelios. Það sem að þarf 2-3 item til þess að komast virkilega á stað. Algjörlega. Og þetta var eitthvað sem þeir einmitt raunuðu á móti Vita, þannig að þau vita alveg hvað þau eru með í höndunum með Aphelios. Og það einmitt bara, náðu að stóla þetta út á móti Fylki. Þú veist, Ornn náttúrulega ætti alveg klárlega finnst mér að hann ætti að geta gert það á móti Riven. Þú veist, hann með ágætt wave clear líka og þú veist, hann getur svo steina nokkuð ágætlega í lane'i. Fitturstigsbannið áhugavert bann. Hann rosalega sterkur early game, ekki early game jungler segja, heldur scaling jungler. Já. Leið og hann fær últið sitt, þá öll lane segja ég, að fara að passa sig. Alvarlega. Og líka þú veist mjög góð, þú veist hann getur solo og dreka mjög þægilega. Þannig að þú veist,
ef að það er nokkuð gott præjó, þú veist, það þarf ekki nema nokkuð gott præjó til þess að hann geti sólóið drekan og bara verið algjörlega í felum. Já, og síðan sjáum við Xin-Xiao-pickið sem ég líst rosalega vel á. Já. Maður vill sjá í þessu, þeir eru að spila Aphelios stress, þeir vilja fá high tempo leiki, þeir vilja fá hard engage, þeir vilja fá early game dominance. Það er það sem er að leitast eftir með þessum pickum. Já, alveg klálega, en ná Fylkir að halda í við það tempó. Einmitt Kha'Zix getur svo sem alveg tekið það með þeim svo sem, en já. Það er spurning hvort að Kha'Zix fari og reyni að púla solo kills. Fari að reyna að hönda niður Xin-Xiao í junglinu í staðinn fyrir að pússa í skirmishes. Af því að Xin-Xiao mun alltaf vinna skirmishes þar sem það eru 2, 3 eða fleiri. Algjörlega. Og það var bara síðast pickið eftir hjá Fylki og það er þá væntanlega fyrir millinni. Fíla þetta Ori pick. Ok, já, ég mitt var... Vantar samt engage fyrir það. Þetta er samt sem aður safe, góð millinni er. En ef þeir vilja, þú veist, reyna að spila eitthvað, þú veist, sterkt early, þá eru að renna, þú veist, hún getur alveg, þú veist, reynt að halda einhverju præjó og pusha inn á millinu, en, þú veist, Sindri er náttúrulega klassísk pick á móti því og, þú veist, getur haldið alveg í við það pusha. Þetta er svona pínu handshake, mínu mati. Þetta er rosalega svipaða týpur. Persónulega núna líst mér mikið betur á draftið hjá Exi. Mér sýnist að vera mikið meira, það sést hvað kompið þeirra ætlar að gera. Já. Þeir ætla að fara early, hard, aggressíft. Þeir ætla að vinna leikinn strax. Og þeir eru samt með tólinn til þess að skeila. Já, þeir eru með hann á Aphelios, en þeir munu leita að pikkum með Thresh og Sin sérstaklega. Algjörlega. Ég einmitt þetta komp hjá þeim lukkar miklu meira, þú veist, rosalega heilstætt miklu meira. Af því mér veist einmitt þetta, þú veist, þessi Riven og Kha'Zixin líka. Já. Þetta er, þú veist, þau eru ekki með frontline. XY er klárlega með frontline, sko. Með Ornn og svo Thresh og þeir eru líka með ágætt, þú veist, ágætt að halda Aphelios á lífi þannig að, þú veist, þeir eru náttúrulega með Kha'Zix og Riven sem geta reynt að stökkva inn á Aphelios. En, þú veist, XY er með tólinn til þess að halda henni í burtu alveg. Þeir eru með píli, sko. Já, þeir eru með píli. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig þessi lið spila þetta út. Prediction væri Fylkir reynir að leita af picks, sé að spila pick comp, ná vision controlinu, ná að bushwacka eða hvað sem það er, til þess að hoppa á XI, fá numbers advantage og vinna í gegnum það. En aftur á móti þá er XI ábyggilega að leita af steamrolli front to back bit í gegn. Já, algjörlega. Náttúrulega XY þau unnu báða leikina sína í síðustu viku. Fylkir voru að spila á móti hverjum? Þeir fóru 1-1, töpu á móti DN. Já, töpu á móti DN, það segir bakgröðin okkar. Þetta er þannig að strímið heyrir ekkert það sama og við erum að heyra. Þetta er eins og okkar innri samviska sem ég er að tala á. Einhver sem veit betur hvað það var í gangi. Fylgdarengill, það er að segja. Fylgdarengillinn okkar, það er mjög fallegt. En já, leikur númer 2 núna í kvöld. Förum og hendum okkur in-game. Það er spennandi að sjá hvernig þessi fallegi leikur mun fara. Hanna, geðvikt. Ok, ég mun alltaf reikna ekkert með að þeir sé að fara í eitthvað level, Ron-rugl eða hvað. En samt sem áður, maður spottaði strax. Kha'Zix er að reyna fyrsta lagi Red Smite og öðru lagi Conqueror. Það gæti verið að hann sé að fara í Gordrengur brúsebildið. Ok. Sem maður hefur séð poppa upp af og til. Og það verður áhugavert að sjá hvort hann fari í það. Sjáum aftur hérna Electric Nami. Það er kannski bara tekkið í dag. Greinlega að fara að pick up tempo. Ok, en við sjáum Riven, hún heldur í TP sem er, þú veist, bara stable staðall á toppleininu. Flottur ward þarna hjá Lagia. Sjá allan að hvar Kha'Zix er að byrja og þeir ætla að patha saman frá topp og niður að bottomleininu. Leita að þessu early game dominance. Akkurat. Botlane dominance, spila í kringu drega, secura early drega. Ætli það sé ekki það sem bæði liðin að spilast eftir? Jú, það er spurninga mitt hvað
hvort við fáum einmitt, hvort að junglerunum muni synkronasa upp þegar þeir alltaf ganga botlinni. Og einmitt, ég held að við verðum að sjá hvernig, það er náttúrulega alltaf skeri að sjá level 2 á botlinnu, hvort þeirra kemur á undan, en mér sýnist einmitt Fylkir vera svolítið yfir undinu þar. Búin að taka smá trade, Legions orðin lægri, en ekkert alvarlega. Ok, topplanið. Sem er líka Ókei. skiljanlegt það sem hann er að spila inn í Ornn að hann renni ekki Ignite. Já, Ignite er ekkert að fara að gera á móti Ornn. nei, þannig að, Þannig það er strax early í gangi, vinna first bloodið hjá Legions finnur first bloodið inn á Sin Kill Sjá er að koma inn og og TP líka. teleportið líka. Lagi er búinn að ná hérna harraf, 1 basic attack í viðbót, finnur killið og þarna er leiftur með Queen. Nei, hann næður honum ekki. Feilar þriðja hoppinu, þannig að missir á killinu og það er ræðilegt. Lagi, hann fór nær með þess assistinu á þetta kill. Og þetta er einmitt það sem þeir eru að leita eftir. Þeir eru strax komið 2 kill á hypercarryinn sinn sem mun bara kickstarta hans scaling. Ok, mjög flott þannig hjá XY og það að ótrúlega óhefni hjá Leiftur McQueen að feila hann að þriðja stökkinu. Algjörlega tragic, sko. En já, Laggi að lifið þetta líka af og er ennþá á botlinu, en við sjáum að Papi Puppy, junglerinn hjá Fylki, er á leiðinni á sköttulinn. Það er præjó fyrir Fylki, þannig að Lagi er líka ekki að fara að kontesta. Hann er 3 kömpum undir. 2 kömpum undir. já, Hann var að hitta level 3 núna. Papi Puppy, ef hann fær þetta, annarkvort þetta eða 1 kamp upp og þá hittar hann level 4. Hann er að Kíkir inn leita á af milli. pikki hérna á millinu. En stönnur lendir, ég er ekkert vissum að hann fá ekki eða hvað. Nei, hann á flast sitt samt, en ekkert endilega worth it fyrir þetta eina kill núna early. Og þeir eru núna allan líka með gott præjó með þessu gangi til þess að taka sköttulinn á efri sköttulinn líka. Hann er að fara að renna double sköttul og sérstaklega það sem er Riven er að pusha inn topp præjó. Ornn getur lítið kontesta hana þegar það kemur að því. Akkurat. En svo sérðu líka botlinni eins og er á mínumappinu. Þeir eru að pusha inn. Spurning hvort hann púli einhver shenanigans og rausi dregamlega á spóni. Já, gæti það halda verið. pressunni. Sko, spurning hvort að Laggi ná að farma ná vel og geti resetta til þess að fá eitthvað auka item. En svo sérðu líka bara hvað það er verið að denia Legions mikið. Hann er ennþá í level 2. Áttar sig þessu undir. Já, hann er svo sem að fá veifið inn til sín núna. Og... Legions! Rosalega Hvað er tæpur. húkinn? Öruglega cooldown hjá Kirsty Rain þannig að hefði getað ná pikkiðan inn á Legions, en við sjáum að Papi Puppy er mættur í gangið, en Legions er bara svo low, þeir geta ekkert gert. Þeir ætla að ná að einhvern veginn að spotta Papi Puppy, rekna með hann og hana. Drekinn er að spána og bæði liðin eru að halda sér þannig kringum hann. Sér Sin vera að hlaupa niður, hann er að establisa vision control. Já, Startar dregan. ekki vissum að Fylki geti gert neitt rosalega mikið í þessu að því að Legions er svona lágur. En hann hann var alltaf að taka rosalega mikið skaðan á botninu, en Legions er allt og lágur til að kontesta eitthvað. Hann tekur veifið, leifir í ábyggilega resettast og bakkar síðan. Þeir gefa bara dregan, öljón. já, fyrsti dreki, það er Ocean dreki svo sem, þannig að Mountain dreki næst, þannig að það er Infernal eða Ocean Soul. Infernalega Cloud Soul. Já, þeir meina það er hitt þannig, vindurinn, góð. Rokið sem við þekkjum svo vel. Og sérðum við Aphelios pikka strax upp Núnkaur og Longsword. Þetta mun gefa nú stórt, allavega einhvern veginn boost. Legions fyrir mig í meira damage build með pickaxe, double Longsword. Stórt veið upp toppleginu. 22 CS en Já. ábyggilega svona 15 CS undir territory. 10-15. Það er spurning hversu vel topplinum okkar ná að fara myndi tower. Það getur náttúrulega verið rosalega mikið pressa þegar þetta er búið að stakka upp svona hægt og rólega. Gera það nokkuð ágætlega? Já, ok, ekkert svo rosalega ágætlega. 5. Kirsty Rain mætt í rómið, eru samt spottið á borð, þannig að... Er það að taka runnaround? Já, ok, en þeir ætti allavega klálega að vita þessu. Geta þær tekið dæfið? Ég myndi ekki kalla það. Jú, Syndra er að hoppa Syndra inn. mætt. Þressið með Flask Knight, Og heal á Aphelios, þeir eru að rössa niður. Og Cookie er kemst rosalega út, low, nei. Healy kemur og flassar inn á eftir líka. Þeir nokkuð lendir á að leggja, en Legions
má ekki sleppa í burtu frá þessu. Við sjáum að Regiment Odin er í level 6. Við erum að Getur fara hann bara að sjá QA. hitstundinu og meðan var kill upp á topplinnu, Laggja hoppurinn yfir vegginn og fær shutdown af honum, en á meðan var Leiftur McQueen að pikka kill upp á leikmann. Tekur hann á 1-1, notar ultið sitt, leikmann notar ultið sitt líka. Ákveðið setback fyrir Býtum við Ornin. Teleport hjá leikmanni þarna, þeir spottuðu Papi að fara nú redback við, Laggja ætlar að múfa líka, geta Maður vil sjá Sindrun að hlaupa upp núna, já. Ok, Þarna kemur hún. Nokkuð kemur, Laggja kemur og Easy pick fyrir sinnin. 3 kill núna komin til sinns á. Þetta er rosalega, þetta er ekki En bjart býtu- sitt að sjá sinn með 3 kill. Þú veist, Papi labbaði í gegnum træpu sinna topp og það er pinkvort. Hann kannski bjóst ekkert við að fá teleporti ofan á sig. Samt sem áður, hann veit að sinn er nálægt botsetinu sinu ef hann Aha. hafi ekki resetað þar að segja. Þannig að hann kannski hélt að hann myndi komast upp með það. Já. En rosalega verið spottað hjá XI Esports að katsa hann þarna. Já, og núna er Laggja líka komin yfir í CS. Geta gripið Torska, Já, flassaði inn, QE. stönni lendir ekki. Papi hinum meginn við, sjokkviði kemur, Torskar er rosalega low, Papi reynir að gera eitthvað, hann Þeir getur hafa ekki engan gert, styrk í nei, þetta. sjá skadan frá þeim, Laggja reyna að plassa inn eftir Torskar rosalega low og það er 4. killið yfir til Laggja og Sinsa og meðan er á botlinni þeir finna pikki á Legions, XY er að fá pikkin alveg út allt. Sjáum hérna á topplinnu, það er eitthvað skörmis í gangi. Og bara hann getur ekki gert á móti þessum orðin þarna. Nei, hann skila náttúrulega svo rosalega hart á resistances. Þannig að þegar það kemur setna í leikinn þá verður þetta erfitt fyrir Riven, en við sjáum að þeir komni niður á annað plate Já, á botlinnu. Það er rosalega mikið gull komið yfir á hann að Filios. mjög mikið gull komið yfir til hann, fáði hann á nokkuð plate og líka sáum hvernig Kisti Reyn labbaði burtu frá táunum til þess að gefa honum þetta allana ekstra 80 gull. Alltaf Legion- solid, sko. Það er einmitt, hann veit þarna núna að ef hann steppar upp þá er hann fara að vera dæfaður. Já. Það er ekki að svirið, hann verður að gefa Fær það hann annað plate. Já, hann er pleitirinn. Já. Nei, hann er ekki. Jæja. Close one. Áhugavert. Samt sem áður, topplane er að pusha inn. Rift Herald er uppi. Spurningin er hvort þeir hlaupa í hann. Já. Þeir gætu tekið þá ályktun að þeir hafi verið að bakka, en Ætti alveg klálega að gera það sko. samt sem áður Rivenin er ennþá að skörmisa við Ornin. Fær ekkert úr því. Sé lítið af hverju. Þetta sé að fatta núna að það þýði ekki neitt. Styttist væntanlega, hann er komið hana með 2 klothormar þannig að Ornin gæti farið í brambúlvesti líka. Það er ekki hellingsarmar þannig að Laggja á koma Kisti Reyn inn. mætt á botlinna. Harry er Þetta er bara svo fljótur að hratt pikk á falla. Nami. Teleportin komið niður, Legions ætti að falla hennar beint á eftir Hann og cancel teleportið er tippinu. cancelað. Og Legions er algjörlega bara fastur. Ekkert sem hann getur gert. Það segja að hann ætlaði að láta bara grípa sig þarna. En hvað, leikmaður stoppar hann að teleporti hjá Liftri. Vel gert. Hlýtur að vera bara yfirsýnsvilla hjá Riveninni að TP að nálega vekka eitthvað svoleiðis. Já, hann gæti verið sko. Gæti verið. Það er áhugavert. Gæti Sindra verið komið nóg mikið damage til að one-shot hana hérna. Svo ekki alveg. Næstu þrekja spána núna. Við sjáum. Og Tower er Þeir farinn. eru að pinga Rift Heraldinn. Nami er komin upp hjá objektifinu. Spurning hvort þeir ætli bara að reyna að treyta fyrir þetta. Já, þeir allan eru rosalega seinir að kolla sjokku yfir lendir, Og geta nær fundið últinu. pikkið. Þetta myndi ótiðinn er fljótur að falla últið lendir á Harra. En fá þann allan að loksins, 1 pikk. Sjá leikmann hvernig heldur þannig að Liftur undir Tower. En hann þarf að passa sig, þeir vita að þeir fengu þannig að pikki á millinu og eru að múfa upp í efra riverið. Þannig að ekkert dive fyrir hann. Samt sem áður, þeir eru að lane-sopa, þeir eru að setja sitt siege lane sem er botlinnið yfir á mid-turret á. Já, búin að Reyna að opna mappi meira fyrir sér, koma meiri pressu, ná Leggja. vision. Leggja á að fá þetta kill hérna á Legions eða ekki. Það var hann Ok, að opna. já, þannig kom nokkuð við þetta. Hann líka kom með góðdrengur 6, ja, 5-0 á þeim tíma. Já. Lítið sem Legions getur gert. Já, mjög flott vision control hjá XY bara. Það er pinkwardar allstæðar í kringum þetta botlane og Legions að standa svona framalega með engan tower í kringum sig, það er svolítið þetta sko.
svolítið þetta. Sér líka eina vision hans við Red Cupið þarna, ofalega nær millinu og það var ekkert annað vision í kringum, ekki með tower, ekkert með neitt backup visible á mappinu. Já, þetta í þeirra döngli líka, þannig að þeir ættu að spotta einhvern sem færi þannig svo sem bara millin í rauninni. Ok, rosalega margir að múa upp, þeir gætu hent Skellrúnu niður, Cookie útar hennar inn, lendir ekki á Little McQueen. Kistir Reyn er reyndar á hliðalínunni, hendur út landininu, en fá ekkert fyrir þetta. Þeir eru vissulega að oversteppa, Sindra er farinn, Sinn er farinn, þau þrjú vita kannski ekki að Kha'Zix sé þetta. Já. Haldan hafi bakkað. Cookie er nýbúinn að nota ultið sitt, þannig að þeir gætu stegin en að flassa inn, ekkert CC lendir. Getur Kistir Reyn kæta núna fyrir Píla. Rosalega miklu, eitt þarna fyrir mjög lítið. Já, missuðu alltaf, þú veistu, bara eitt flass frá Cookie til þess að sleppa frá því. Þeir gæti náða þessum tower núna. Regiment Odin gefur þeim líka backupið frá hliðarlínunni og Fylkir er ekki með neitt vision. Rosalega flott teamplay hjá Exi að þeir eru koordinataðir, þeir eru samhæfir í sínum momentum og þeir klikka ekki þegar það kemur að því. Nei, þetta rosalega góð pressa og hann hittir húkinn með Nami. Harri fljótur að falla hana. Algjörlega meltaður á hana. Þetta er ekki gott að 5000 gull munur hjá X-Bar og þú veist, það eru ennþá plates uppi og þeir eru verið búin að taka 2 towera. Erum við að fara að sjá Ornn solokill. Hittir lendir þótt að flassar. Ég held að Lítus nær ekki að sleppa í burtu eða hvað. Leikmaður reyndar Reload Tosca er komið núna. Þannig að, flassar reyndar út úr sjokkuðinu. Leikmaður getur sloppið en á meðan á þeir allan að fyrst öðrun tower. Og það eru þá hvað, allan að, það eru samtals 11 eða 12 plates fyrir XY. Þannig að fær Tosca killið á leikmann. Létt pick-up á honum en hann samt sem áður, missi plate mid. Já, 12. plateið til XY. Það er rosalega mikið gull sem fylgir þessu. Það var mjög mikið þema sem ég man eftir hjá XY var að þau voru mjög oft að standa sér rosalega vel early með flott makro en þau voru bara ekki að fá neitt gold income. Og við sjáum núna að það er ágætis farm á midlaninu og bottarlinu og plus núna þau eru búin að rotata rosalega vel til þess að bara Þeir eru rosalega, þeir eru makróna leik rosalega vel miðað við Fylki. Fylki bara einfallega næri ekki að halda í við þá þegar það kemur að makróðu. Þeir eru á undan í lanesopunum, þeir eru með seedsleinin á réttum stað, þeir eru með supports og junglera í kringum sig alltaf, þannig að hann getur spilað framalega og náð pikkum. Sjáðu gullið sem Cookie er með, hann er með 7400 gull bara út frá þessu plate. Hann er yfir 2K yfir Legions. Þetta er rosalega grimmt. Einu sem er næstur honum er Lagia sem er komið 7 kilo sem sinns á. Þetta er scary. Þetta er scary. Legions fer inn á Cookie en nær rútinu og það er Lagia sem fær killið hana. Þetta er einmitt það sem ég er að tala um. Þeir láta á að halda að Atikarein sé eitt þannig að þeir bara blindly oversteppa inn í hann. Lagia. Ég hugsa ekkert um þetta. Næra einu og þetta ekki viðbót, gera það ekki. Bakkar út til að vera safe. Rosalega vel spilað hjá honum. Og Heratinn fer þarna prematurely. Þeir eru með numbered zanapates, það ættu bara að hlaupa inn í laneið og allavega að kontesta en Heradsson næri ekki charge-inu. Já, þeir er alveg klárlega. Líka Harry er alveg gjössanlega átt á. Næra hann að smæta niður. Nei! Jæja, ok. En við sjáum Dreka hérna uppi, Legions er að koma í lane, Riven er að bakka, það er ekkert að gerast hjá þeim. Nami er one shot. Þetta lítur rosalega illa út fyrir Fylki. Já, þeir geta ekkert gert við þennan Dreka, sko. Þeir eru með botwave til þess að farma, þeir eru með topwave til þess að farma, en þeir verða að gefa þennan Dreka, sko. Sem setur það í rosalega erfiða stöðu þar sem Soul Point gefur rosalega mikið þegar það kemur að pressin. Já, líka það, þú veist, með Infernal-sálina, þá að vera á móti Sinsa, 8-0 Sinsa með Infernal-sál og líka bara Sindra Felios sem er búinn að fá öll platesin í leiknum nánast. Þetta er... Karjar er að fara að vera one-shotaðir eða á Soul á þessu, sko. Já, líka núna, þú veist, af því að Felios er orðinn svona rosalega sterkur og þú veist, hann mun bara skeila betur eftir því sem líður á leikinn og hvað Fylkir með til þess að læsa niður. Þeir eru með Shockwave og Nami. Þeir hafa ekki neitt.
Þeir hafa Riven Engage sem knock-up, stun, sem gæti leitt í eitthvað en það rosalega mikið dream scenario. Það dream scenario Já. sem bara að þú þarft að vera ofan á Aphelios áður en þú notar þessa ability. Síðan líka það að þeir eru með Xin Xiao ulti til að píla fyrir hann. Nákvæmlega. Leið og Xin Xiao stikkar hliðina á aðtíkariðinum og ef það eitthvað engage á hann þá últar hann bara á þetta búið. Þú veist, þeir eru með Xin Xiao knockbackið, þeir eru með Syndru knockbackið, þeir eru með Flay frá Thresh. Þú veist, hvað Kha'Zix og Riven að fara að gera? Það rosalega fátt. Ég held að það sé bara bókamála að það engin leið fyrir þá til að komast á Aphelios nema Aphelios blindly oversteppið einhvert. Sem miðað við hvernig þeir eru búin að vera að spila þá eru þeir ekkert að fara að gera það. Hann alltaf með annarkvort junglerina sem fórst bak við sig. Já, nokkulega. Þeir eru ekkert að fara að gera það og þú veist, líka bara með þetta vision control sem að XY að halda uppi þá eru þeir ekkert að fara að finna neinn pick sinni í junglinu. Það er ekki að fara að gerast. Síðan spurningin, hvað gameplani hjá Fylki núna? Það lítur út fyrir að þeir gæti verið bara að reyna að skeila en Lucian ekki að fara að átskila Aphelios. Nei, að skeila á móti Aphelios og síðan Ornn hann hliðin á. Sjáum eitthvað. Þeir get ekki Wannabe skörmis hérna. Get ekki farið inn í þetta þegar við vita Aphelios hliðin á því að þeir notu síðan á Thresh. Gullmunurinn 5 núna. Það ekki búið að hækka mikið fyrir XY en þetta er búið að halda droslega mikið það sama. Samt sem áður Rift Herald, þeir geta opnað upp tier 1 alveg á mappinu. Þráttur að þeir vilja kannski ekki nota Heraldin í svona low turret. Lítios fyrir í dævinu og réttum við pikkar hann niður. Lifir hann af, hann gerir það. Lifir þetta af. Það resetta on-ward en það allt í lagi, það engin nálægt honum. Þeir fara frekar bara á millinni, taka towerinn þar. Og gera það, þá eru allir innri towerar farnir hjá Fylki. Skörmis á topplæninu. Leiftum að grín. Hann næri ekki neinu Ornn ulti á hann, Sin á hann. Bless, litli Riven. Hreinlega átskilið. Ok, ætlar að fara. One-shotaður Aphelios. Já, hann var einn á móti 3 takk eftir. Hann samt sem áður kominn í powerspikeinu, hann með Shieldbow, hann með Collector, hann með Berserker Greaves. Það ekkert sem þeir geta gert á mótunum þegar þeir eru með squishies. Og Skelltrúð núna að fara að keyra niður toppleinu, búinn að ná tier 2 tower og gæti. Þeir ná... næsti. Aphelios var ekki til það. það. Ná ekki alveg Nexus turret. Nei, ekki inhib turret segi ég. Og bakka núna út af þessu. Þau gætu örugglega bara reynda að cleara junglið, resetta það eitthvað 30 sekundur í Baron. Við sjáum svona, já, þeir geta resetta, þeir hafa eitthvað vision í riverinu. Ekki neitt rosalega mikið inn í Blue Side Jungle hjá Fylki, en Syndra á botlinu, hún að force út veifum, hún með TP. Þeir hafa rosalega mikið til að spila upp á. Já, þeir lítur út eins og Fylki að reyna að setja upp til þess að taka drekan hérna. XY gæti annarkvort bara mætt þeim og bara einfallega tekið fightinn eða fara á Baron buff í staðinn og bara leyft þeim að fá einn dreka. Þeir eru gjörsamlega við stýrið. Það mínúteginn að dreka þannig að þetta setup hjá Fylki eiginlega ekkert að fara að virka því XY geta bara klírað út, fara að pusha veifin sín og þeir bara ráða. Það ekkert sem Fylkir getur gert. Þeir hafa engin völd í þessum leik lengur. Þeir eru 8k undir. Exi á Soul Point, Baron uppi, Soul að koma upp eftir 40 sekundur. Exi getur einfallega ráðið hvað þeir vilja gera. Ef þeir reyna að treyta Baron þá spurning hvort sem damage til að bursta niður áður þeir bara hoppa inn í á að drepa það alla. Það lítur út fyrir að þau ætla ekki á Baroni strax. Það rúma 20 sek í að drekinn spónu, það Infernal Sálin. Það huge buff að klára sálina sko. Sjáum við hvernig þeir pusha þessu hægt og rólega inn. Þeir að reyna að forsa út í junglinu. Þeir með öll völdin. Þeir að ná pikkum. Eða leita pikkum þar að segja. Legions að standa einn á hann hliðarlínu með engan í kringu. Þetta svo mikið framalega. Hann one-shotar að Syndra. Legions. Þetta opnar algjörlega mappið. Hook á Kha'Zixinn. Reyndar að Aphelios er fallinn. Flott shockveið hjá Tosca. Leikmaður reynir að fara inn á baklínu. Hann einn eftir. Tosca og Pappi er samt rosalega low. Ok, Fylkir finna hann ekki. Leiftur núna einn eftir á baklínunni. Sin Xiao ennþá lifandi að renna niður. Ok, Leiftur með ekki gæti sloppið þetta að þetta náttúrulega Rivenum getur verið svolítið sleip en allir hjá Fylki eru rosalega low. Drekinn startaður. Ég myndi bakka frá, persónulega. Ori getur alltaf haldið sér frá. Sin getur dæfa á hana, Syndra Þeir eru að reyna að dæfa inn á. Smætið upp í á Pappi.
Þeir langar í Hann þetta. ná í stílinu. Orianna reynir að póka, Leiftur McQueen reynir að hoppa inn, hann er bara Rosalega gott hendur í bíl. burtu. Og Drekinn, hann er enda bara í half HP. Þeir ætla núna að góa bara á Leiftur McQueen, beila hann að Dreka, það er eiginlega bara hárrétt hjá hann. Þeir neyðast til þess að gera það. Eða hvað geta. Samt sem áður Laki að koma inn, hann er með smæti líka. Ok, sjáum, það er margt að gerast. Drekinn er núna að ríspona, Legions er búinn að ríspona, Aphelios er líka búinn að ríspona. Það veltur allt upp á Engage-inu núna, Legions er með frí hit á hann. Sinn ulti kemur út. Ok, núna Nami er Cookie one-shotið. mættur. Já, ok. Kha'Zix one-shotaður. Legions finnur 1 kill og Regiment og er næra hefna sín fyrir það sem gerðist áðan en Cookie kom með double kill núna. Legions gæti mögulega sloppið í burtu en XY fá Drekasálina þarna eftir þetta rosalega langa og skrítna dæmi sem var í gangi en XY nokkuð veginn búinn að tryggja sér núna fyrir leikina því þau eru öll á lífi, fara bara beint í barum með Infernal-sálina og Sérstaklega þar sem þeir eru núna með Attica-ríun uppi til að bara melta bara. já, búinn að klára núna, þó að þeim næstu búinn að klára Infinity Edge gæti kannski bara klára það, já, við það ekki, gæti resetta klára Infinity Edge verið 3 items. Það lítur rosalega vel út fyrir Exi. Já, Bæði objektiv komin í þeirra vasa. flott teleporti á Regiment Óðinana. Síðan er spurning hvað þeir fara að spila núna. Fara þeir að spila upp á split eða fara þeir að spila upp á front og back 5v5s? Þau eru bara að fara að keyra niður miðjuna. Þau eru bara að fara að keyra niður þessa miðju. Það eru eini towerinn sem stendur eftir fyrir utan baseið hjá Fylki er á botlinu. Og þú veist, þau eru með Baron buffu núna, þau eru með Infinity Edge og Stopbots á Cookie. Og það, þú veist, þau eru bara að fara að keyra niður. Rosalega erfitt að ná hennu niður hérna. Leikmaður er með teleport, þannig að hann má alveg fara upp á topplinni, en það er ekkert pick. Fylkir geta eiginlega ekki pikka neitt. Það er Shockwave er það eina sem er núna hjá þeim. Og Spurning hvort þeir reynir að taka flankið með Riven Kha'Zix, en Turreti fellur. Sindra á hann, reynir að næra hann. 3 mann og orði út inn í Lucio. Ok, Cookie er hún rosalega Forsa low. til að Leiftur McQueen reynda að henda á sér Róna og hann flassar í burtu. Cookie núna fær inn að killa, hann lifir þetta af. Orn úti, tekur niður Papi. Aphelios one-shotar half health Kha'Zix maður. Cookie lifir hann teamfight af og það þýðir bara að XY sigra þann teamfight. Cookie steig svolítið framalega hann í smástund en það var Stopbotið sem að redda honum og XY gæti bara klára leikinn núna. Þau eru öll ennþá á lífi. Fylkir falla hérna niður á móti XY. Rosalega vel spilað hjá þeim. 4 drekar, 24 mínútur og 10 skull yfir. XY sigrar þennan leik. Mjög snirtilegt hjá XY. Fylkir reyndi að pikka eitthvað inn í og reyna að taka smá völdin af þeim, en það bara gekk ekkert upp hjá þeim. Þetta var rosalega mikið draftriff. Þetta bara, XY draftaði bara fullkomið komp. Ekki fullkomið, en þeir spiluðu út af það sem þeir draftuðu til. Þeir draftuðu til þess að vinna þessi 5v5s. Þeir voru með scaling, þeir voru með tank, þeir voru með allavega að segja frontline til að vernda Aphelios og síðan náðu þeir góðum pikkum á Aphelios early on sem bara skeila alltaf hratt. Nákvæmlega, við ætlum að kíka nokkur replays, hendum okkur í það fyrsta. Og þetta er hérna bara strax á level 1 þar sem við sáum hvernig Lagja, hann sleppir með sig að taka blue buffur sitt, fer bara beint á botlinni. Kister Rain er mjög fljót að falla. En þannig sérðu að Aphelios ná pikki á Legions. Sinn fer út í Nami, pikk hana off, en síðan kemur Riveninn. Og sjáuð Leiftur McQueen, hoppið hans. Flassið og klikkar á síðasta kúinu. Rosalega erfitt að sjá fyrir topplinir en þannig. Og síðan er hann pikkað bara off af Apheliosinu. Já, Leiftur McQueen þarna. Líka var pínu hikandi alveg í lokin. Hefði hann kannski farið bara undir tower, leift Cookie bara að fá killið. Það hefði allan að smá gull minka frá sinns á. Já, þá hefði hann allan að ná trade kill. Að vísu kannski ná trade killinu á. Kannski, já. Það er ekki alveg víst, en hann var 1-2 autotökum frá því hann á. Það var einmitt, hefði hann lent þessu síðasta kúi, þá var þetta var allt annar leikur. Allt annar leikur. Samt sem áður þarna sérðu bara pointið sem ég var að segja að Aphelios náði early picks. Hann náði að kickstarta scailinginu sínu og það var ekkert sem þeir gátu gert eftir þetta. Þeir komust ekki á Aphelios. Nei. Ég skil ekki beint draftinu þeirra að þeir voru með Nami
sem að vísu Enchanted sem hílar alveg þokkalega og með gott últ þegar kemur að teamfightum, en þau vantar þetta pick, þau vantar Nautilus, þau vantar Blitzcrank. Nákvæmlega. Sjáum enn eitt replay hérna en þá Tosca farin svolítið framalega, reynir að pulla veifið til þess að frísa en Regiment var ekki búinn að klára resetti sitt, Pappi reynir að hoppa yfir að vera big man en sjáum að hann í level 5, Laggi í level 6, Tosca í level 7 og þarna finnur Laggi að sitt 4. kill strax á meðan Legion gripinn þegar að Harry lappar í burtu til þess að reyna að redda sínum vinum í kringum miðuna og þá hoppar Exi á bara jump the gun og nær kill á botlinn. Voru með Wardius og Tribus þannig að þetta var bara obvious. Þannig að þetta bara sýnir frá A til U bara hvað Exi setti fram á að gera. Þeir unnu draftið mjög klárlega, þeir voru með klárt markmið, hvað ætla að gera. Við ætlum að spila fyrir early game, við ætlum að spila aggressíft, við ætlum að ná killum, við ætlum að vera alltaf einu skref undan með vision, objective control, zone control þegar það kemur að objectivum, alltaf vera komnir með wardingið fyrir. Já, einmitt. Og þú veist, þetta var rosalega mikið svipuð saga frá fyrirleiknum sem við sáum í kvöld þegar að einmitt DN Gaming voru með Nami Lucian botlinni og það nýttist þeim ekki neitt af því þeir töpuðu á móti aggressive botlinni sem var Kai'Sa Thresh sem var einmitt það rosalega einfalt að ná pikkum á eins og Nami sem bara getur skeila aðtikari svo hratt upp ef það spila alltaf framalega. Nákvæmlega og þú veist einmitt allan að X var halda áfram sinni síðurgöngu sem við sjáum mjög svo reglulega hjá okkur en Legions okkar budget perks ef við tölum budget perks hann náttúrulega var stórhetja núna hefur alltaf verið síðustu ári en hann var eins og var ekki vakandi í þessu leik. Nei, hann var að oversteppa en það var að vísu það maður sá alveg að hann var með damage, hann var alveg með eitthvað gull. Hann var að vísu rosalega langt á eftir að feiljós en hann var með damage sitt niðri, hann náði allt í lagi últum en hann oversteppaði rosalega mikið eins og í kringum dregan þegar þið náðu sálinni þá einfallega kom Syndra og Eðan últa. Já, akkurat, við sáum einmitt þú veist í early mid-gameinu þá var vision controlið svo rosalega flott hjá XY að þú veist og XY voru fljóta að taka niður towerana þannig sama hvert leinarannir hjá fylki fóru þá voru þeir að oversteppa nánast. En einmitt þessi dregafætt sem þú talar þar sem að Syndra grípir hana Legions á Lucian að þá þeir bara alveg splitt. Legions stendur langt frá Nami sem supportin sinn og það bara þessi uppbröðin hjá fylki þú veist í þessari skeifu þannig fyrir hennan dregatímfætt það var alls líka að hann ósteppi svona þegar hann ekki komin með stoppouts eða eitthvað þegar hann hefur ekki öryggisneti til þess að ósteppa svona langt hann frá liðinu sínu og það bara ekkert sem hann getur gert. Nei og maður sá líka hvað hann var bara nálægt Syndra var að hitta pókinu með kúinu sínu nánast á hann og síðan hann var á Raptor Camp þegar Syndra var í Jungle Entrance það range hennar. Nákvæmlega. Þetta easy pick fyrir Syndru og það að mínum að þetta rookie mistake. Já, þar við það Legions rookie að gera rookie mistake. Nei, við erum ekki að segja hver sem getur gert rookie mistake að vísu en þú verður sem aðtikari þá verður að sjá að Syndra getur léttilega vonsetta þig. Algjörlega. Náttúrulega við megum ekki gleyma að tala Laggia á Sinsá. Það var rosalega sterkuleika fyrir hann. Já, var 7-0 þarna á tímabili og bara einmitt, þú veist rosalega vel þannig og þú veist spilaði sinn líka bara rosalega vel. Hann utilisaði sinn rosalega vel þegar kemur að þessu early game presence. Hann var að sækja í skörmis, hann var að vinna Kha'Zix í skörmis eins og sást í replayinu. Það var 2v2, Kha'Zix var eftir á inn í fætin og leveli eftir á en hann bara á ekki róði sinns á. Nei, en þannig fór nú það XY sigrar á móti fylki og Lil Peep og Firefett vinna DN Gaming í kvöld. Við ætlum að segja þetta gott hjá okkur núna í bili en við sjáum ykkur í næstu viku. Ég, Einar, Siggo og svo Hafdal okkar og Flati, okkar allra besti, kveðjum ykkur að sinni og sjáumst í næstu viku. Verið bless. As a child, you would wait
always knew that you'd be the one that work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. From dust.